Já, heyrðu, við ætlum að ræða hér, tengslabyltingu karlmanna. Hérna Ólafur Grétar Gunnarsson, fjölskyldu og hjónaráðgjafi. Gaman að vera með ykkurnar. Hvað tengslabylting karlmanna? Tengslabylting karlmanna má mögulega rekja til 7. áratugsins. Kannski fyrstu elstu heimildin sem fannst svo áhugaverðar, ég gaf út bók þar sem fjallaði það. Þegar John Quincy mætti með konu sinni inn á sjúkrahúsi í Chicago 1960, handjafnaður við hana, ákveðin í að vera viðstaddur fæðingu barnsins síns. Karlar höfðu ekki leyfi til að vera inn á fæðingadeildum á þessum tíma. Lögreglan kölluð til, en hann var það klókur varðandi handjafnin sem hann valdi, að lögreglan svona kunni ekki á þau. Þannig að þegar að barnið hans kom í heiminn, þá rétt áður þá yfirgáfu lögreglumennir fæðingarstofuna og hann fekk að vera viðstaddur. Og þessi frétt fór á forsíður öll Bandaríkin, þannig að það að feður væri viðstaddir, það hófst í Bandaríkjunum. Og ég hefur upptekinn af svona fræðimönnum sem hafa verið að skoða svona hvað þetta hefur þýtt síðan þá. En býttu heldur að feður hafi ekki verið viðstaddir fæðingu barna sinna hérna svona, hvað ég segja, fyrir iðnbyltingu eða? Það má segja sko að þegar að hvíti maðurinn í hvítastofnum kom inn á fæðingadeildir, ýtti konum út, snemma 1920-30, þá, og þetta var svona sjúkdómsvatt að fæða. Þetta hafði skeið inn á heimilum, karlar voru viðstaddir fæðingu barna sinna inn á heimilum, þekkt bara að svon bóndans kom til pappa þegar hann var að taka á móti lömbunum, heyrðu, mamma vill að þú komin heim strax. Þá tók hann á móti einu barni viðbót og svo lömbunum, en svo fer þetta inn á fæðingadeildir, inn á sjúkrahús, og þá körlum meinaður aðgangur. Og þess vegna það tíðindi þegar John Quincy bara mótmæli þessu og vill vera viðstaddur fæðingu barnsins síns. Og ég veit af íslenskum hjónum sem voru að eiga sér 4. barn 1968 og voru undir áhrifum frá því sem hafði verið að gerast í Bandaríkjunum, orðin töluvert eldri en þegar 3. barnið fæddist, og hún spurði fæðingalæknirinn sem hafði tekið á móti hinum 3 hvort að maðurinn mætti vera viðstaddur núna, hún mögulega viðkvæmur orðin eldri móðir, og fæðingalæknirinn sagði við hana, ég læt þess ég hef ekki heyrt þetta. Það kom ekki til greina 68 hér. Nema það var hún Helen Fisher sem einn af uppáhaldsfræðimönnunum hans John Gottman sem ég stímið mikið við, hún rannsakaði fæðingu barna og tengt bara ástinni í þeim 180 ríkjum sem við erum með skráð, og þá var þetta að vera viðstaddur fæðingu barnsins síns, það hafði mjög jákvæð áhrif á möguleika karla í að njóta sín í sínu föðurhlutverki. Og við erum búin að vera að læra síðan 1960 alveg skýrt hver við gætum verið að huga að. Og ef við tengjum það með nútíman, þá einn af stóru þáttunum sem að Kyle D. Pruitt, rannsókn sem að hann vann við skal ég segja þér, oftast man ég það, einn af stærstu háskólum Bandaríkjanna sem byrjar á N, þeir eru 4-5 alltaf nefndir. Það var gaman að því, það var hérna núna í haust, þá var hér á landi einn helsti karla fræðari jarðarinnar á vegum verkefnir hennar Hönnu Birnu hérna í Hörpunni, þar sem að konur alls þar á heiminum koma að ræða málpenna, og þá var þessi Kyle D. Pruitt einn af hans hetjum líka, ég hef gaman að ræða við hann, en það sem að Pruitt vann með á 9. áratugnum, þá sá hann sem geðlæknir að feður voru að taka miklu meiri þátt í lífi barna sinna heldur en áður, og það var tengt við getnaðarvarnarpilluna. Þannig að við tilkomi getnaðarvarnarpillunar þá höfðu karlar meira með það að segja hvenær þeir urðu pappar, höfðu betri forsendur í að stilla sig inn á hvaða framundan og hvað börnin urðu mörg. Og staðan í dag svo að þetta körlum eins mikið í vil og hugsaskettur, því að það aldrei verið fleiri feður og afar per barn. Og hann vann rannsókn. Það er börnunum við fækkað. Hvað séru? Það er börnunum við fækkað, hlutfallslega. Já. Og þannig að, en ef við förum bara rætt yfir, á 7. áratugnum þá Víetnamstríðið, og þá mögulega stóðu karlar í Bandaríkjunum frammi fyrir bara skýrara vali. Ætla ég að fara og drepa gulamanninn eða ætla ég að vera heima hjá konum minn og börnum. Þannig að
þessi þróun með tengslabyltingu karla að sækja fram og fá að njóta sín meira bara sem einstaklingar, makar og pappar, konum að þakka því að þær fóru að heiman og þeir þurftu svona að fengu tækifæri á að stíga inn. En ef við tökum þetta bara í nútíman, hann Björn Hjálmarsson, yfirlæknir á BUGL, og Héðinn Unnsteinsson hefur fjallað það sama, að konur fóru að heiman að miklum krafti og hafa gjörbylt bara mögulegum okkar á njóta sín bara á öllum sviðum, því tengt. En það sem vantaði var að það var að hjálpa körlum að stíga inn og bera meira byrðum heimilisins. En íslenski karlar taka 30% af fæðingarorlofi, Sam og Svíar. Bókin sem ég er að vitni hér, hún kom út á sænsku, 80 eitthvað. Bókina rannsóknina hans Pruett, þar sem hann fylgist með 20 pöppum sem ákveðnir í því á 9. áratugnum að bera helmingin af umönnunarbyrðir og hann hjálpar þeim að njóta þess að vera pappar fyrstu 5 árum sem pappar, mjög áhugavert. Af þessum 20 pöppum, það eitt par sem skilur. Og af þessum 20 pöppum... Það eitt par sem skilur? Eitt par sem skilur. Eitt par sem skilur. Og af þessum 20 pöppum þá það sem sagt sárafáir sem eignast annað barn. Og það líka þáttur sem að John Gottman tala mjög ekki um. Hann búinn að skrifa 50 bækur. Sigrún Júlíusdóttir professor. Ef papparnir leggja sig fram við að vera pappar, að þá verða það yfirleitt bara eitt barn. Það bara kemur ekki annað barn. Það sem ég er að segja að þeir sem sagt til karlar ráða ekki eins vel við streitu og álag eins og konur. Það alveg skráð. Ég var í barnaverndarnefnd í 16 ár, ég á geðsviði, ég á stofu þegar það eru erfiðleika með börn, þá eru meiri líkur á því að hann sé ekki til hliðina á henni sem sagt að fullum krafti. Og þannig að börn gera gríðarlega kröfur fyrstu 3 árin eftir að koma í heiminn. Og það má segja sko að ef við notum þær upplýsingar sem eru búin að liggja fyrir mjög lengi, ég meina í milljónir ára, bræður okkar og systur í trjánum sem eru líkastur okkar eiga börn á 6-8 ára fresti. Og ef við skoðum tilbaka lengra en 10.000 ár, við erum bara búin að vera fórst í þessa 8 í 10 ár, ef við förum í hinn 4-8 milljónar, þá þegar hópurinn stækkar, þá fyrst byrja konur að eiga börn með minna millibili en 6-8 ár. Í stórfjölskyldunni. Já, af því að fengur sem mikla hjálp í stórfjölskyldunni. En núna eru konur, helmingur fæðinga á sér stað innan við 3 ár og það eru ekki með allan stöðning. En ef við tökum þetta tilbaka, þegar ég og þú erum að koma í heiminn, þá hafði mamma, hún bjó á heimili mömmu sinnar, það var eitthvað kona í kjallaranum, það var eitthvað kona í risinu, eitthvað kona sikur megin. En í dag, þá hefur konan, ekki þessa konur, og hún hefur eitt gaur, íslenska bara kallmann. Og það má færa rök fyrir því að hvernig stjórnvöld hafa skipulagt sig í þessum málum, að sko með tilkomu fæðingarorlofs feðra, það sem við vorum fyrst í heiminum, sem ákvaðum að hann skildi taka hluta af orlofinu. Og það auðvelt að færa rök fyrir því að hjá viðkvæmum pörum þá jók þetta hættuna á ágreiningi. Þannig auðvitað fylgdi með sko lög sem sögðu allir 9 pappar skildu fá fræðslu. Og við Íslendingar höfum þokkalega góður í að setja lög byggt á hvernig við skipuleggjum okkur. En svo bara þeim ekki fylgt eftir. En ég hef verið að halda námskeið fyrir nýja og verðandi pappa og búin að vera að gera það síðan 2008. Og aftur bara, ég byggi mína vinnu voru mikið á doktor Sigrún Júlíusdóttir, sem svo sem búin að, samkvæmt því sem ég best veit, ég ekki akademik, ég bara pikka upp svona hvað mér veist gangu upp að sem akademikar að segja og passar inn í mitt persónlega líf og mína vinnu með foreldrum, pörum, að skal ég segja þér, misti ég aðeins þráðin á sjálfum svo gerir stundum, en það var aldamótin sem að hún var með erindi á ráðstefnu tilkomu fæðingabarns, jafnrétti með tilkomu fæðingabarns. Og hún var með mjög ákveðið erindi þar að það að nota skólakerfið, grunnskólan og framhaldsskólan og sér í lagi þegar fólk var eignast barn í fyrsta sinn. Og ég hef gert eitthvað að þessu öllu. Nema með tilkomu fyrsta barns þá tækifæri sem að við getum nýtt miklu betur. Og ef að karlar, ef við tengjum þetta við allt sem ég er búin að vera að segja, að
þá sjáum við það að konan í staðin fyrir að hafa allt þetta sem hún hafði, hefur hún einn gaur. Og mögulega hún í innstu... Þannig eru flest pör, en stundum eru 2 konur og stundum eru 2 karlar. Alveg rétt, stundum eru 2 konur, stundum eru 2 konur, 2 karlar, alveg rétt, en svona oft, mjög oft, þá sem sagt hann að koma í staðin fyrir svona 5 manna hóp sem mamma hafði. Og í þessum 5 manna hóp var fólk sem bara hefði séð mömmu fæðast og sagði mömmu, þú getur alveg róleg þá hann ólið sér svona, þú var svona líka. En í staðin er hún með einn mann eða eina mannesku sem alls ekki hefur þessa reynslu. Þannig að það er auðvelt að sjá hversu miklu máli fræðsla skiptir. En þar sem við höfum sett konur í þessar aðstæður svona lengi eins og við höfum gert og segjum svo við hana líka henni bara líða mjög vel með það að barnið fari til ókunnugra 12 mánaða og segjum svo við hana til viðbótar en það er ekkit víst að það komist til ókunnugra 12 mánaða. Það getur verið að bíða bara aðri 10 mánuðir og svo þegar þess að aðri 10 mánuðir er búin að líða getur verið að detta úr dagur og dagur í viku og mánuði. Þetta álag sem við erum að leggja á konur, kvenheilsu, það er eitthvað sem ég tel að við þurfum að vera mjög, mjög forvitin og því afleiðingarnar eru svo mjög, mjög sýnilegar. En bara sem dæmi konur leysa út lyf til að líða betur í 100% meira magni heldur en karlar. Þær þurfa aðstoð hjá virk í 100% meira magni heldur en karlar og svo það sem Gabor Mate er búin að vera að tala núna í áratug. Fyrst rannsókn frá Kanada en í nýjustu bókinni sinni The Myth of Normal sem ég mæli með fyrir alla. Þá vekur hann athygli því að það sem að MS-sjúkdómurinn lagðist jafnt að bæði kynin í Danmörku 1930 en 2020 fá 3 til 4 konur MS í Danmörku á hvert kall. Og svo ef við mátum okkur... Þannig að niðurbrot stórfjölskyldunar eða minna vægi hennar hefur gengið á heilsu kvenna. Gengið mjög harkalega að heilsu kvenna og það sem að gerir þetta enn alvarlegra að það er ekki verið að tala málið að fullri alvöru. Þannig að þetta er svona 2-falt alvarlegt mál. En kallinn sem að gengur inn í og reynir að sinna hlutverki þessara 5 kvenna sem að dæmi í stórfjölskyldunni. Já. Hann stendur sig svona. En hefur hann það betra að það? Sko, miðað við forsenduna sem hann fær er ég komin til að segja hér að hann er að standa sig gríðarlega vel. Hann stendur sig vel, kannski með óvinnandi verkefni, en er heilsa hans betri? Sko, en það er bara sem er svo áhugavert í þessar umræðu að karlar hafa grætt svo mikið á þessu. Heilsa þeirra er betur sett, karlar sem eiga maka sem að í heilbrigðissambandi, þeir lifa lengur en aðri karlar. En það er að þau kona sé svo vel þá. Sko. Að því kona sé svo vel þá. Ef þau skilja þá hörnaður upp og vissna bara í kvelli. Já. Alveg rétt. En þessar upplýsingar í þessari rannsóknars sem hann vitnar í hann Gabor Mate, ef við horfum til Danmörku, að rannsóknir á jafnvægi milli vinnu og engalífs, Danir er í efstu sætum þar, við í næstu. Fólk sem annast börn 2 ára og yngri, og það náttúrulega börn sem gera mestu kröfur á stofnunum í Danmörku, annast mest 3 börn. En hér eru konur, ég segi bara konur, það dagforeldrar og leikskólafólk er oft gaurar, en þetta eru bara mest konur. En hér eru konur með 5 og fleiri. 5 og fleiri. Sem er óvinnandi vegur. Sem er í rauninni, við þurfum bara að fara að tala Það má ekki bregðast út af, það má ekkert vera að þess að þetta verði bara til vandræða. Og einu stað er bara að segja þetta sé bara ekki hægt. Þetta er bara ekki hægt. Þetta sem Danir er að segja með 3 börn, 2 ára og yngri og þá mögulega mest 3 börn, þannig börn sem að koma frá viðkvæmum heimilum, þú veist, þá eru 1 eða 2. Og hér má hafa í huga þegar leikskólinn var til, 1924, Barnavinnafélaginu Sumargjöf, númer 1, 2 og 3 var að grípa börnin sem að voru hvað viðkvæmust, en í aðstæðum í dag hefur leikskólinn ekki aðstæðu til þess. En eitt svona sem summaði aðeins upp að það var á ráðstefnu Samtaka atvinnulífsins í síðustu viku. Og þar kom fram að starfsfólk Kópavogs var að jafnaði 3 vikur frá ári vegna veikinda, en starfsfólk Reykjavíkurborgar 4 vikur. Og ég held að upplýsingarnar séu í þessu að það er mögulega hvergi meiri streita á vinnumarkaði heldur en hjá starfsfólki Reykjavíkurborgar. En hver er munurinn, ég menna hann og stutt hérna yfir í Kópavog, hver er munurinn á því, munur heilli viku? Það ættum að vera mjög áhuga á sömum. En það sem við vitum, Gunnar,
að sveitarfélagin eru mest megnis með fólki umönnunarstörfum, stærsti hópur vinnur á leikskólum og stærsti hópur eru konur. Þannig þetta er vísbending að starfsfólk á leikskólum í Kópavogi sé að takast á við minni streitu í vinnunni heldur en starfsfólk á leikskólum í Reykjavík. Og á hverju ætti það að vera? Við vitum það. Það eru svona félagslegir hópar? Það sem við vitum, það er einhver félagsþátturinn kemur inn í það. Reykjavíkurborg, við vitum það að hún er svona með stærri faðm hvað varðar fólk í viðkvæmri stöðu eða stígur upp og grípur það sem aðri gríp ekki eins vel. En svo vitum við líka að í Kópavogi er sem sagt búið að vera að huga meira svona að hvernig má létta álag á starfsfólki á leikskólum og mögulega bara horfa meira í það sem félag leikskólakennara er búin að halda fram og barjast fyrir alla þessa öld. Félag leikskólakennara er bara búin að vera rispaðu diskur alla þessa öld. Ég talaði við á mjög nýlega og það var bara á sömu nótum að leikskólinn getur annast börn frá 18 til 24 mánaða 6 klukkustundir á dag. En 1/3 barna í Kópavogi er 6 klukkustundir á dag. Og ég held að það komi til. En það sem við þurfum að horfa á þegar starfsfólk Reykjavíkurborgar er frá 1 mánuð á ári í allir þessari umræðu hvernig börnunum okkar vegnar og sama hvaða skoðum fólk hefur á því biðlistar eftir greiningu, lyfjagjöf eða hvað sem það kann að vera þá erum við búin að vita mjög lengi að það sem skiptir mestu máli fyrir velferð barna það er hvernig konum líður. Þannig upplýsingar þetta í öllum sem áskorum sem að Skiptir engu máli hvernig gaurinn hefur það eins og þú kallar hann? Þar sem að hún er með meira atbyrðinni og börn eru böðuð upp úr líðan fullorðnu manneskjuna sem er að annast það bara þeim ástæðum situr konan uppi með stærri pakka og einhver geti sagt að lausnin væri svo að gaurinn myndi gera meira. Lausnin er það snýst umræða þriðju vaktina og fjórðu vaktina. Já. En þá spólaði til baka Gunnar að til þess að hjálpa konum að gera meira utan heimilis hefur verið farið í ýmis átök ýmislegt fyrir gert en ekkert að sama tægi hefur verið gert til að hjálpa gaurum að bera helmingina byrðinni innan heimilis ekkert að sama með því. Þarf ekki að hjálpa þeim? Ég meina fræðsla og geðheilbrigðisþjónusta hún hefur ekki verið það er búið að kalla eftir henni alla þessu öld Ingólfur V. Gíslason, okkar gúrú í að rannsaka karlmennsku og jákvæða karlmennsku hefur talað hvað karlar hafa haft mikinn ávinning af þessum nýja heimi bara hvernig þeim, því að heilin hann breytist fyrstu árin sem þú ert foreldri og það að þú ráðir við aðstæður komist í flæði, fáur áskoranir í samræmi við færni eins og kveikjum neistnamverkefni gengur út á í Vestmannaeyjum og komið til Kópavogs núna, bara áskoranir í samræmi við færni, þá ferði ekki flætt og flotta viðbrögðu eða berjast, þú getur verið bara í helbliðri lífeyrisfræði. Við þurfum að hjálpa gaurum að vera þar og hér er ég komin að því að ég er með námskeið á fæðingarheimili Reykjavíkur fyrir verðandi feður. Og ég ætla að bjóða verðandi feðrum hjá Eflingu í Reykjavík því kona þeirra er líklega að vinna á leikskóla Ég ætla að bjóða þeim ókeypis námskeið hjá mér. Ég held þetta mánaðarlega og ef þú átt konu sem vinnur á leikskóla í Reykjavík og þið eigi von á barni, þá færðu ókeypis námskeið hjá mér. Þú ert að gera það, bara ef þú kíkir á, kynnir þér ávinningin sem að karlar hafa slíkri fræðslu. Það sem ég er bara mest gaman að segja frá, það var á ráðstefnu í Bretlandi 2017 sem að ég fór á svona, svolítið bara sem svona fulltrúi miðstöð foreldra og barna. Sæin og Anna og Stefania voru búin að vera að fara allar ráðstefnunar í áratugi, konurnar hjá miðstöð foreldra og barna sem að var síðar geðheilsuteymi heilsugæslunnar þegar ríkið tók yfir þeirra 10 ára baráttu starfi. En 2017 var umræðuefnið föðurhlutverkið og ég fór og þarna var verið að kynna það nýjasta sem var að koma fram bara í enskumælandi löndunum. Það er í enskumælandi löndunum sem er mest búið að vera halda fræðslu fyrir verjandi og nýja pappa, SMS for Dads í Ástralíu, Anna Freud í Bretlandi. Nema hvað að stóru tíðindi voru þau að fái feður fræðslu á meðgangu. Gefið bara svona tækifæri til að sem gengur út og vita hvað er að gerast hjá henni og átt að segja á því að þeir tengjast fóstrinu og barninu á fyrsta árinu í gegnum hana
Það bara í sambandi við hana, þannig það ætla bara eins og ykkur gaurar mögulega að taka ákvörðun ég ætla bara að gera þetta á mínum forsendum, ég ætla ekki að hlusta á hvað þessar pælingar hennar, þá þið bara ákveða að vera í veikari tengslum við afkvæmið sitt og að setja alla fjölskylduna í meiri hættu með að vera ekki það sem að hún þarf. Því að náttúrulega í allri pælingu jafnrétti þá það náttúrulega allra minnst á meðgöngu þegar hún gengur með þetta kríli og allt sem að því fylgir og undirbúa sig fyrir fæðingu og búa til efni í fóstrið og fylgjuna og brjóstamjólk og allt þetta sem tekur hana 2 ár að jafna sig eftir sem pælingin á bakvið það náttúrulega kona á að passa sína kvenheilsu og ekki verða bassamandi aftur fyrir meirinn 2 ára liðin. En stóru tíðindir á ráðstefnunum voru fái karlar þessa þjónustu sem að hann sýndi fram á þessi prófessor á 9. áratugnum að þá geta þeir borið umönnabyrði nýburans að fullu sama hvernig eða fara námskeið á þér það meira til en ég þarf að klára að segja það Gunnar. Þetta svo mikil tíðindi fyrir kvenhelsu að það sem að kom fram fáan fræðslu og aðstoð í samræmi við hans þarfir og það búið að skilgreina í svona 4 hópum hvar við erum stödd tengt því að takast á við flóknasta og erfiðasta verkefnið sem kemur á saman og mikilvægasta að verða foreldri í fyrsta sinn. Það búið að skilgreina það, miðstöð foreldra og barna, 1000 daga vinnan sem var unnin hér og í Bretlandi, það búið að skilgreina það hvað það er. Þetta búið að liggja alveg ljóst fyrir lungaður öldinni. Að þá geti hann borið umönnabyrði nýburans alveg að fullu án þess að það sem sagt takmarki nýbura nokkuð sé hún veik og gerir hann þetta hafa hann forsendur til að bera umönnabyrði barnsins og hún með fæðingarþunglindi þá verður hún ekki eins veik því hún ekki með sektargjald og samviskubit líka við því að barn ekki að fá umönnun og veikindin var ekki eins lengi og ég búin að vera að segja frá þessu 2017 hjá stjórnmálamönnum og embættismönnum og hvað hefur og einn stjórnmálakona sagði já, þú ert þess að meina að við erum að bregðast konum svona svakalega með að styðja ekki kalla og það nákvæmlega það sem við erum að gera og þannig að því ég sagði námskeið á þér og ég var ekkert að hæðast að því að þú verður að segja lausnin væri að koma á námskeið til þín vegna þess að þú sagðir hérna þegar stórfjölskyldan var að þá hafði konan 5 konur til að leita til sem ráðgjafa. Já. En þú ert að segja að slíkt óformlegt tengslanett sé bara ekki til þannig að karlinn, hann get ekki hringt í vin, hann get ekki spurt mömmu eða pappa eða bróður sinn eða eitthvað fleira og fengi leiðbeiningar hvernig hann eigi að vera. Hann þurfi að fara í svona hálfstofnana vætt námskeið hjá þér eða eitthvað annars þar til þess að skilja hvert hlutverkið er. Ég er að segja það. Það er svolítið slæm menning ef að það drippar engin þekking niður á milli árganga. Hún gerir það einhverju leyti, engin spurning, en þessi öld er búin að vera bylting í hvað við erum búin að læra nýbura. Eitthvað sem mamma hafði enga forsendur á að læra, sem ég hafði ekki forsendur á að læra þegar ég var pappa. En okkur hefur líka verið sagt frá úr alls konar bókum, alveg ótrúlegt vitleysa það hvernig við umgangast nýbura. Já. Við vorum með vöggustofur og svona, þetta var byggt á miklu fínni prófessorar heldur þú það veitni í. Mögulega. En svo bara karlar komið saman, séu með öðrum körlum, viðkvæmni foreldra á tíminn sem við erum að lifa núna, þegar við erum að tala um einangrun, sem Viðar Halldórsson talar þá á einu stað má tala um einangrun alveg svo streitu. Hvað var það sem ég er að segja núna? Já, svona félagslegi vefnaðurinn í samfélaginu sé að leysast upp sem Viðar Halldórsson, prófessor í Háskólanum hefur verið að benda á og gefa út nokkra bækur Já, það er til streita og svo til eitrustreita og það er til einangrun, svo til eitruð einangrun. Þannig einangrun tengt ég að vera foreldri í fyrsta sinn er bara allt önnur tegunda einangrun. Eitt og sér er bara að vera einn. Hún er ekki eitruð að vera með barninu. Eitt og sér er að vera einn, en svo að vera með kríli sem gerir kröfur á því 24/7 og það að vera einn. Það er það sem að setur þig í svona viðkvæma stöðu. Í staðin fyrir, eins og ég var að segja, að hafa 5, skilur fullotna sem hún hvílir í og sefur, skilur kerfið þitt, en þú sagðir, þessi 5 eru alveg horfnir, þeir eru ekki alveg horfnir. Rannsóknin Sigrún og Júlíusdóttir sem segir það bara aftur, þá kemur í ljós. Það eru tíðari samskipti á milli kynslóða hér, heldur hann hér í Norrlöndunum. Þannig að afar hér er að taka meiri þátt í lífi barna sína eins og ömmur, en náttúrulega ömmur meiri en afar, en ég
hef gaman að tala um þetta við nýju Íslendingana og það sem þeir segja þegar þeir komið til Íslands, þeir hafa aldrei séð afa taka svona mikið þátt. Þannig ég hvet afa bara fyrir sína eigin velferð að taka þátt og ég býð þeim að koma með syni sínum á námskeiðið mitt. En alveg eins og við, þetta kom fyrst fram í bók 1892, Gunnar, eftir hann Herbert Spencer, það var ekki mikið verið að þýða bækur íslensku 1892, en í þessari bókan Spencer, þá segir hann, við erum með krakkalokað... Ekki að lesa hann? Hvað segirðu? Ekki að lesa Herbert Spencer? Hann vitnaði í hann Jónas Jónasson, prófessor, stöðu leikskólamála 2006, þá vitnaði hann í Spencer, ég pikkut upp síðan þar, það er ein setning Spencer þar, og Spencer segir í þessari bók sem kom út, ég veit hvað hann frægur fyrir, veit það alveg. Hann hefur valdið stórkostlegum skaða. En Jónas Jónasson fjallaði ekki það, prófessor í menntavísindafræðum. Bróður hans Ögmundar sem við komum inn þetta held ég. Í þessari bókum stöðu leikskólamála frá 2006. Hvað segirðu? Hann hefur líka komið sjálfur. Já, en þessi bókans frá 2006, hún ætti að fá meira pláss um leikskóla og sögu leikskóla. En Spencer segir að við erum með fólk inn í skólum öll þessi ár, þau komu öll til með eiga börn í framtíðinni og eiga maka, akkur kennu þeim ekki eitthvað um það. Hann stakk upp á 1892. Þannig það á eins við núna. Alveg svo við lærum að keyra bíl, þá getum við lært samskipti, menn það er verið að kenna í skólum samskipti, mikilvægastu samskiptin eru þegar við þurfum að deila ábyrgð á nýbura með mannesku. En það er ekki verið að kenna þannig. En allavega, þá er staðan þessi að við erum að ganga á bara ummunna forða kvenna. Má ég aðeins skjóta inn að því að ekki samt verið að kenna þetta í grunnskólum? Kannast ekki við svona verkefnið að börnin fá með sér heim dúkku sem að þarf að skipta á og kallar eftir að þurfa mat og... Já. Ég man ekki hvað börnin eru gömul, er það ekki bara eitthvað svona 11 ára? Þau eru í 9. bekk. Ég með það verkefni. Var í meiri hluta skólahverfa landsins 2004 til 2008. Þannig eitthvað er verið að kenna þetta? Já, þetta er ennþá í einhverjum skólum. Þetta er í Rimaskóla núna. Sem eru að undirbúa foreldrana og náttúrulega kannski helst stelpurnar fyrir því að þegar barnið fæðist þá er það þarna og það mun ekkert fara, sko. Nei. Mjög áhugavert verkefni og það eru margar, ég get sagt sögur að í klukkutíma, en það sem að hjúkrunarfræðingar og ljósmæður eru ánægðir með í því verkefni, það eykur fyrirsjáanleika. Og það er það sem að feður fá að læra, svona meðgöngu mögulega, auka fyrirsjáanleika, vita við hverju að búast og hvernig má bregðast við því. Það má segja við tölum streitu, menna heilbriða streitan er, ég veit hvað ég er að fara að gera núna, og ég veit hvað ég er að fara að gera eftir. Og þetta er eitthvað sem ég ræði við. Menna, ef við værum við þessa streitu, þá færum við ekki fram úr. Og hvers mikið virði væri lífið ef við værum ekki með þessa streitu. En svo er eitraða streitan, ég er ekki að ráða við aðstæðu núna, og sem er staða fólksinn á leikskólum. Þannig að við þurfum... Ein rannsókn sem sýndi ágætlega munin á þessu sem var tilurinn á rottum og þær fengu raflost. Í öðru búrinu fengu raflost bara random og þær eru mjög taugaveiklaðar. Hina fengu raflost þegar þeir sóttu sér mat. Það var alltaf fyrirsjáanlegt hvernig þeir fengu það. Að þær eru ekki taugaveiklaðar. Þannig það er óvissan sem grefur undan. Þetta er svo óbúslega mikilvægur punktur, það er óvissan og fólk bara sem að ég bara tek ofan sem er að hugsa eiga barn núna og er að vinja eiga barn í landi sem að gera því bara óbúslega erfitt að eiga barn. Við erum búin að gera fólki þetta allt erfitt að eiga barn og svo vitum við það, Gunnar, og búin að vita það núna í 30 ár síðan EIS rannsóknar komu að mikill meirihluti allra erfiðleika hefur að gera með hvernig fólki tekst, hvernig fólki líður sem foreldrar og barninu á fyrstu 2-3 árunum. Mikill meirihluti í allra erfiðara mála. Svona, það sem er búin að vita í 30 ár og Nadine Burke Harris, landlæknir Bandaríkjanna í Kaliforníu, ég mæli mjög mikið með að fólk kynni sér störf Nadine Burke Harris, ég ásamt fleiri mér að vinna í því að fá hann til landsins, hún er búin að vera aðgættir þessar upplýsingar núna á annan áratug sem sýnar til dæmis að ef að foreldrum líður illa á þessum fyrstu ævi árum þá eru 12 sinnum meiri líkur á því að afkvæmi er að taka lífið setna mér. 6 sinnum meiri líkur á því að fólk verði í neyslu erfiðleikum, fíknisjúkdómum. Og við erum sannilega, af löndum sem ég fylgist með, þá talar ekkert land eins mikið fíknisjúkdóma á opinberu vettvangi og eins lítið 1000 dagana. 1000 dagar eru fyrstu 1000 dagar frá getnætti 2 ára aldurs. Sem að voru bara í breska þinginu 2014 miklar umræður þegar hún hættir sem forsætisráðherra, hún Theresa May, bara síðasta daginn sem í þingi og hættar sem formaður breska íhaldsflokksins og forsætisráðherra, þá þakkar hún Andreu Leadsom fyrir sín störf varandi 1000 dagana.
þannig við erum ekki, maður má segja bara að sé svona afleiðing að alast upp í hörðu umhverfi, að það að fara inn í það allra mýksta og allra erfiðasta, hafa úthald og persónustyrk til þess að dvelja inn í því. Ég er búin að vera að tala á þessum nótum alla öldina og mjög margir bara hafa ekkert úthald í að pæla í þessu eða svara tölvupóstunum mínum. En Ólafur, þú ert að leggja áherslu á að foreldrakynslóðin geti sótt sér fræðslu. Já. Og við undirbúum fólk hvað að fara að gerast. Já. En við sjáum hins vegar, og það var kannski ekki mikið verið að fjalla það svona undanfarið, það var mikið fjallað það fyrir svona 5 til 10 árum, hvernig efnaðsleg staða foreldrakynslóðarinnar, ungs fólks, var farið versnandi, með mikið fjallað þetta út allan heim. Já. Og þetta er sérstaklega gróft það sem nýfrjálsagan hefur gengið langt, eins og í Bandaríkjunum og í Bretlandi. Já. Það sem efnaðsleg staða þeirra sem er að eignast börn og sjáum þau, eru miklu lakari hlutastlega miðað við aðra kynslóðir heldur en áður var. Og þetta tengist því að við búum í kerfi og settum upp kerfi þar sem að svona auður safnast hægt og bítandi upp, þannig að fólk er kannski orðið á eignir og býr í skuldlausum eignum svona kannski á 60 og 70 aldri. En borgar minni skatta, því það var lagðir af skattar, eignaskattar og eitthvað fleira. Þannig að kerfið sem við höfðum áður, sem að væri að flytja stuðning á milli kynslóða, hefur svolítið rofnað, sem veitti þess að unga fólki sem er kemur miklu skuldugra núna út úr námi og er miklu veikari stöð á húsnæðismarkaði, þar sem húsnæðisverðir eru miklu dýrara og vextir eru miklu dýrari og það að vera á leigumarkaði getur verið bara hryllileg örlög. Að þetta er fólkið sem við leggjum á að komi með börnin og sinni þeim. Já. Þessi umræða, veit ekki alveg hvað var hana, hún hefur svolítið gefið eftir. Ég notaði svona ýmsar aðferðir við að hvort þetta væri sama gera þér, og það var bara augljóst að við erum með sömu þróun hér, að kerfið sem var náttúrulega aldrei fullkomið. Það var svona aðferðir við að flytja stuðning á milli kynslóða til þess að styðja barnafjölskyldur, til þess að veita fólki ókeypis aðgang að háskólanámi og fleira. Allt þetta meira og minna brotnað niður, þannig að efnahagsleg staða ungs fólks og þar nefndi barnafjölskyldnanna er orðið miklu lakari. Já. Eitt af því sem hefur verið gagnrýnt svona víða er að í staðinn fyrir að mæta slíkum efnahagslegum raunveruleika, að þá viljum við gefa fólki bara lyf til að lifa við það. Eða þú eru bara að fara á sjálfstyrkingarnámskeið til eins Ólafs til þess að eiga við þetta. Væri ekki bara nær að við myndum bara horfast í augu við það að það dýrmætast þess við eigum í samfélaginu eru börnin. Og þau koma frá unga fólkinu, svona fólki frá kannski núna er það sem verður seinna, kannski 25-40 ára. Ef við ætlum að fá góð og heilbrigð börn, þá verðum við að tryggja það að fólk á þessum aldri búi við efnahagslegt öryggi. Og líði bara sem allra best. Það er engin spurning, við þurfum að huga þessu og það eru svona, við þurfum að nota öll ljós. Ég meina að mín skoðun er að embættismenn og stjórnmálafólk hefur aldrei, eða bara mögulega, í minni minningu mögulega bara ekki eins alvarlega brugðist og í ágúst og september á síðast ári, þegar að hörmulegu fréttirnar áttu sér stað ódæði sem við mikið heyrt af áður, að okkar leiðtogar skildi ekki koma saman og segja nú gerum við allt. Og það tala morðið á menninganótt. Og síðan það sem að föðurinn sem að myrti barnið sitt. Þannig að þarna átt að bregðast alveg eins við bara svo í COVID og í bankarunnu. Það átti að bara aleflega skoða, fara í rót vandans og skoða, skilurðu, og bara við erum öll í því að reyna að laga þetta. Við ætlum að verða betra samfélag, við ætlum að halda betur utan okkar minnstu bræður og systur og við þurfum að nota öll ljós sem er að núti og það til dæmis, þá lagði Sjálfstæðisflokkurinn til í kosningunum fyrir síðustu alþingiskosningar að foreldrar fyrstu barna 0-3 ára fengu skattaafslátt.
og ef að ríkisstjórn sem þetta flokkur sem búin að vera móti barnabótum sem ég man eftir mér. Ég ætla ekki að fara að tala það. Þeir lögðu þetta til. Þetta sami flokkur og ég meina Bjarni Ben skrifaði eitthvað bréf til aldraðra hann ætla að bæta allt og hann aldrei staðið við þetta. Þannig ég finnst það ótrúlega að það skulle taka mark á þessu. En núna er fólk í stjórninni og hefur möguleika á að gera þetta. Og þetta bara þó að sé hugmynd að við komið þaðan. Þá bara erum góð hugmynd. Þannig þetta er eitthvað... Ég var að vísa til velferðaríkisins sem að byggði á því að það lagðir eignaskattar á fólk sem hefur eignaskattar. Mér langar bara að tala um þetta eina ljós. Mér langar að tala um þetta eina ljós. Það hleðst upp eignir sem æfinni og þess að eðlilegt að leggja á eignaskatta til þess að geta fært betri efnaðslega stöðu til þeirra sem ekki eiga eignir, sem eru nýkomnir út úr skóla og eru á jaðri vinnumarkaðarins, kannski á lægri launum heldur að þú verður og þú komin á 60-aldur skulda meira á jaðri húsnæðismarkaðar og fleira. Þetta kerfi hefur verið meira og minna verið brotið niður meðal annars af linnulausum áróðri Sjálfstæðisflokksins sem að tala niður skatta að þegar þú ert orðinn 60 að þá áttu að upplifa það sé eðlilegt að þú setja að borga skatta af því að þú þarft ekki að neitt þjónustu að halda en þú þarft á henni að halda stuttu seinna þegar þú ert orðinn gamall og þú þurftir á henni að halda þegar þú varst hluti af fornarkynslóðinni. Ég er rispaður diskur bara með augun og einugunnar búin að vera með það í 30 ár. Það frá getnaði til 30 ára aldurs. Meir en helmingur, allavega 70% allra erfiðleika, það að foreldrar mínu þurft að fá aðstoð í SÁÁ, það að systkini mín þurft að fá aðstoð í SÁÁ, það að vinir mín hafa tekið líf sitt. Nú bara vitum við að meiri hlutin af ástæðunum var hvernig fólki leið á þessum fyrstu árum þegar að þessi börn voru frá getnaði til 30 ára aldur. Þess vegna erum við með stuðning við barnafjölskyldur. Þannig þegar að Sjálfstæðisflokkurinn ákvað að þessi hópur skildi frá skattaafslátt, leið mér að tala núna, þannig að pappar og mömmur gætu verið meira með börnunum sínum á þessum 3 árum sem að ég tel vera bara aðalmálið. Ef við tölum um leikskóla sem við talað alveg út í eitt, þá liggur það fyrir Gunnar að það allavega helmingi meira álag á starfsfólki leikskóla í Reykjavík heldur en í Oslo eða Stockholm eða Helsingi. Allavega helmingi meira álag. Og þannig Reykjavík er eina höfuborgin sem hefur dottið það í hug í heiminum að öll börn skulu koma á leikskóla 12 mánaða aldur og vera þar. Á hinum löndunum það er rétt á því. Það er ekki þannig að Reykjavíkurborg alltaf sækja börnin heim. Það liggur við. Ég fylgist með mömmuhópum og pappahópum sem eru með barnið ennþá heima 16 mánaða gömul og bara skilaboðin sem fáur umhverfinu að bara barnið sé bara að tapa ykkur. Þau bara geti ekki verið með lengur heim eftir 16 mánaða út af þrýstingi bara í hópum á samfélagsmiðlum og stjórnmálamönnum í Háskóla Íslands. Það sem við vitum, ef við förum til Finnlands, það tala mikið árangur Finna í skólamálum. Börn byrja meðaltali jafn gömul í leikskóla í Finnlandi og í Reykjavík. 22 mánaða gömul. En í Finnlandi hefur all starfsfólki á leikskólum lokið 3 ára námi til að vinna á leikskólum. Og í Finnlandi geta foreldrar verið afslappaðir sem er að huga því eignast barn núna í Finnlandi, þeir vita að þeir fá leikskólapláss frá menntuðu fólki sem ræður við starfið sitt og líður vel í starfinu sínu frá 12 mánaða aldri ef þau vilja. En ef þau tengjast, þau viti ekki hvernig það verður þegar barnið komið fangja á því. Ef þau ákveða bara að vera áfram í gluggalausa kjallaranum og selja bílinn sinn og bara til að geta verið mest með því, skilurðu, þangað til barnið er 3 ára, þá geta þau gert það og fá hjálp frá finnskum yfirvöldum í að vera sjálf með barnið 3 ára aldurs. Sem þýðir það að þessi streita á meðgöngu sem plantaðir í öll börn á Íslandi að því að foreldrarnir eiga að stefna því að barnið fari 12 mánaða og fyrstu 12-18 mánuðina sem hún foreldri þá er öll líðelsfræðin í líkamanninum að víra þig og gýra í að vera með þessu kríli, setja það í fyrsta sæti og vera bara að hugsa það fyrstu 12-18 mánuðina. Barnið er 1 ár í viðbót að taka tennur og það er langt best að hafa mömmu og pappa hann getur búin að taka tennur. Þannig að í Finnlandi þá eru börn að komin á leikskólan 22 mánaða gömul með miklu minni streitu í líkamannum. Foreldrarnir síður búin að vera að takast á við alvarlegan ágreining tengt barnauppeldi. Svo þegar að ef þau velja eignast annað barn,
kannski þegar ef venda kvenheilsu, leyfa henni allan jafna sig í 2 ár og 90% tenginga í heila eiga sér stað fyrstu 3 árin og það gerir rosalega kröfur á fullorðna þessi þroskaverkefnin eiga sér stað á barninu fyrstu 3 árin að þau eiga annað barn, kannski eiga barn þegar 4-5 ára gamalt. Ég vann á leikskóla í London þar sem voru börn frá 18 mánaða til 4 hálfs og ekkert áttu systkin á leikskólanum. Þannig öll áttu pluss mínus 3 ár í systkin í aðra hver áttina. Og svo fór ég að vinna á leikskólanum hér og þaðan kem ég, ég bara séð hann ofboðslega streitumun, hvað það þýðir fyrir heilsu ævina á enda. Ef að systkinin stutt á milli? Það eitt af því. Fyrir kvenheilsu og bara fyrir forsöndu pappa og mömmu að vera í sterkum tengslu við bæði börnin. Ef þú átt börnin með minna millibili, þá mæli ég með að þið áttu ykkur á því að þau þurfa að hafa ykkur bæði mikið af tímanum og mögulega heppildi færi bara bæði í lægra starfshlutfall eða allavega ekki að pæla í stöðuhækkun eða meira námi. En í Finnlandi, eins og bara allstaðar í heiminum, að þegar að fólk eignast barn og á fyrir barn sem á leikskóla, þá fær það minni þjónustu fyrir barni sem þegar á leikskóla. Á hinn á Londonum færu 10-15 klukkustundir á viku fyrir barn með þú ert í fæðingarorlofi. Og það eru djúpar, mjög vel ígrundaðar ástæður á baki sem fæstir hafa heyrt af sem ég tala við. Ástæða númer 1, fjölskylduvísindi, fjölskyldumyndun. Ég er að eignast systkini, mamma og pappi eru heima og ég fæ að fagna því að eignast þetta systkini og vera með því og þetta systkini fara að kynnast mér sem mest bara á fyrsta degi. Það er mjög djúp og sterk ástæða. Þannig að eldri systkini fara í fæðingarorlof? Já, en svo fylgir með þessu Gunnar sem þarf að hafa með. Á öllum hinn í Norðurlandunum eru opnir leikskólar á vegum opinbera. Það er bara sem sagt alveg svo leikskóli, skilur nóga plássi og aðstöðu, bara en foreldrar eða ömmur og afar sjáum gæsluna. En það er svona fagleg aðstöð. Kannski hluta úr degi kemur leikskólakennari eða fjölskylduráðgjafi og segir, við ætlum að tala núna í korter svefn. Þannig það er ekki þessi eitraða félagslega einangrun. Félagsheimili, ungra foreldra og af og... Já, og þannig að þessi 4 ára sem er ekki á leikskólanum nema 10 klukkutíma á viku, hann er að hitta aðra krakka sem eru 4 ára meðan á leikskólanum þarna. Og þannig að þetta gerir það. En líka það sem við tölum hann Hermund Sigmundsson sem er búin að vera að tala alla þessa öldum við þurfum að gera betur í skólamálum við kveikjum nestanverkefni í Vestmannaeyjum og komum í Kópavog núna áskorun í samræði við færni að þá eru þeir sem eru mjög góð öllu sem ég og þú erum góður í eða þessu eina sem við erum góður í ef það er bara eitt við erum búin að verja pluss 10.000 klukkustundum í það og þannig að þegar ef þú ert þarna úti að verða pappi fyrsta sinn eða afi, þá vilt þú safna 10.000 klukkustundum í lífi bassins eins hrætt og mögulega getur. Þannig það að vera sem mest með báðum börnum fyrir foreldravöðvan, bara fyrir kerfið þitt, að komast í flæði og ráða við aðstæður, þekkja barnið þitt, er gríðarlega mikilvægt. En svo ef við bara pælum í kvenheilsu, þetta minnkar álagið á leikskólum helming. Þetta sem ég er að nefna núna. Þannig starfsfólk leikskóla í Finnlandi bara þar sem að börnin er að meðaltala að koma bara inn afslöppu 22 mánaða í staðan fyrir borgin er að hamra á því að koma 12 mánaða 10 mánaða jafnvel, það var salað í Kastljósi nýlega að þá er helmingi minna álag bara varandi starfstundir en svo til viðbótar er minna álag að því að foreldrarnir er ekki eins stressaðir þannig mögulega meir en helmingi minna álag þannig þessi hugmynd sem er í gangi í Reykjavík þar sem við erum að tala saman hún setur kvenheilsu í meiri hættu og við ættum að hafa miklar áhyggjur af því körlum minni möguleika á njóta sín sem pappar systkini sko ef við tölum allt Viðar Halldórsson einangrun þá kannski höfum við svona 2 möguleika í að eigast með örugga höfn við sem fólk á Vesturlöndum það er alltaf mikið rannsaka að þú stæga maka hversu örugg höfn það er. Það er betra fyrir kallinn, það er ekki eins gott fyrir konuna. Það er alveg rétt, en tölum bara kallinn. Það er ekki álag fyrir konuna að vera með kallinn ofan á börnin, sko. Nema hann sé bara að taka ábyrgðinni í heilsu, eins og ég er að tala við kallan. Sem er ekkert svo algengt. Eins og ég er að tala við kallan sem koma til mín. Sem er ekkert svo algengt. Sem er ekki svo algengt, hárrétt hjá þér. Og þannig að misti ég aðeins þráðinn, við vorum að tala um... Já.
Sko, það sem eitt sem maður langar að skjóta inn að því að þú talar eins og Reykjavíkurborg vilja fara að sækja börnin 12 mánaða. Ástæðan fyrir því að Reykjavíkurborg eða einhverju flokkar voru að lofa allir fengju leikskólapláss við 1 árs aldur sem bara gátaldir staði við og var inni í eldslaus loforð, var svo að þetta var til að svara kröfum ungra foreldra sem að voru búin með fæðingarorlofið, var kannski skuldugum húsnæðiskaupum, þurfti að geta haldið því gangandi og þurfti að komast út á vinnumarkaðinu vegna þess að fæðingarorlofið var búið. Þannig að þau komu til Reykjavíkurborgar og réttuðu börnin, þau verið að taka börnin, annars bara missum við húsið, sko. Þetta er efnahagslega staðrind, sko. Þetta er ekki þannig að vera stefna Reykjavíkurborgar að börnin ættu ekki að vera heima hjá foreldrum sínum. Reykjavíkurborg getur ekki borgað fæðingarorlof. Það eru meðal annars sjálfstæðisflokkurinn sem þú ert að mæra sem var bara mótið í að hækka fæðingarorlof upp í 2 ár. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við hækkum Það er bara að bjóða eitthvað skattaafslátt sem er eitthvað svona eins og henda brjóstsykki. Við ætlum að hækka fæðingarorlofið og þá bæta því við fyrir hvern helsu. Því konur á leikskólum get ekki borið þessa byrði að börn séu komin inn 12 mánaða aldur. En svo má hafa með í þessu. Norðurlöndin eru 0,5% jarðarbúa. Og þetta 0,5% er sem sagt einu löndin sem eru með fæðingarorlof í marga mánuði, búin að vera með í marga áratugi. Sem þú eru kost? Engin spurning kostur, en ég er búin að segja við foreldra og segja við pör sem koma til mín, gerið þér ráð fyrir að fá ekki leikskólaplás fyrir barnið 20 mánaða gamalt, því að það er að meðaltala að komast inn 22 mánaða gamalt. En ég er að segja að sé ábyrgðarleysi hjá Reykjavíkurborg að hamra á þessu, við tökum á móti þeim ár eftir ár, 12 mánaða gömul, þegar þau koma 22 mánaða. Þau hafa ekki staðið við, þú þekkir byrna fréttir að þessu. En börnin og segja við Reykjavíkurborg, þið lofuðu því að ég geti komið með barninu frá mér 12 mánaða, þið hafa ekki staðið við það og við ætlum að taka yfir á þau verið sitta á pöllunum, þau verið þarna frammi. Það er með það er náttúrulega Skúli Helgason formaður skólasviðs sé að fara heim og sækja börnin. Hann er að svara kalli foreldra sem að verða að losna við börnin til þess að við getum verið að hamstra hjólinu til þess að geta átt eitthvað möguleika á frama í starfi, til þess að geta borgað af þessari íbúð sem við keyptum. Ég tel þetta ekki vera svona einsleit. Og ég er ekki að segja ég tel þetta ekki vera svona einsleit. Ég er ekki að segja eins og foreldrarnir vilja losna við börnin, en þetta er bara efnahagslegur raunveruleiki foreldrarkynslóðurinn í dag. Það er hárrétt, það er efnahagslegur raunveruleiki alveg rétt. En staðan er búin að vera ár eftir ár að börnin koma inn 12 mánaða meðaltali. Og 10 mánaða streita sem að er plantað í börnin þarna, sko að fólk fái hluta af leikskólakostnaðinum upp í það að vera heima úr því að þau ekki búin á leikskólaplás, fái hluta af þeim peningum, að bæta þeim upp þetta tekjutap, að því það er ekki að fá leikskólaplási sem er búið að lofa í 10 mánuði. Það var eitthvað sem ég ætti alltaf að gera. Þá ertu bara að flytja fæðingarorlofi frá ríkinu yfir á sveitarfélagið. Það er eitt sjónum, en þeir segja sveitarfélagin hafa ekki efni á að taka yfir fæðingarorlofið. Þarna kemur akkurat með punktingunar. Reykjavíkurborg hefur ekkert efni á þessu. Hver barn frá 12 mánaða til 24 mánaða kostar 500.000 krónur á mánuði. Það er 6 milljónir. Reykjavíkurborg á ekki pening fyrir sem er að lofa. Við vitum allt um því við höfum talað við fólk úr leikskólakerfinu og það er alltaf því að þessi hugmynd að taka við öllum börnum eins árs, bara það er enga forsendur fyrir að byggja það upp í kerfinu því að þetta er svo miklu meiri starfsmannaþörf og þetta er í lagi svo tvöfalda kerfið að gera þetta og það er engin hugsun á baku þetta. Þetta voru bara innihaldslaus heimskuleg kosningalofurð og þetta hefur það líka afhjúpast að þau ekki geta staðið við þetta. Ég tel að þau eru að rannsaka þetta bara alveg svo bankarhönnið. Hvaða afleiðingar þetta búið að hafa, hvernig búið að halda á leikskólamálum þessa öld. Foreldrar borguðu 35% af leikskólakostnaði um aldamótin. Núna borgar innan við 10%. Per fermetri hvers barn er búin að minnka mjög mikið. Börnin og konurnar eru inn í veggjónum, segir masterverkefnið hans Harðar. Við talaðum hann hér. Og þannig að Reykjavíkurborg ætti að nota eitthvað af þessum peningum sem þeir hafi ekki í leikskóla fyrir alla, í opna leikskóla. Ættu að sem kostar 10% af þessi leikskólaborg kostar, opin leikskóli kostar 10% eða 20% mestalegi. Þeir ættu að gera það alveg 1, 2 og 3. Þeir ættu að horfa til finna þar sem að ef þú ert þegar í fæðingarorlofi
þá ertu með barnið einhvern hluta að deginum sjálfur, gefa þeim þá fræðslu og aðstoð í að ráða við það og opin leikskóla. Þeir ættu að breyta með ekki sömu lausnum við erum búin að tala um í 10 ár. Lausnir leikskólamáli Reykjavík koma með því að gera eitthvað sem ekki er verið að gera og það er opin leikskóli sem búið að kalla eftir alla þessa öld. En þetta ábyrgðarleysi á Reykjavíkurborg að vera með 35% frá foreldrum í kerfi sem er ekki fjármagnað, er ekki til peningar fyrir og þeir ákveða bara að segja bless við 80% af peningunum á sama tíma við ætla að þynga kerfi tvöfalt þess að þú varst að segja. Þetta er bara ein lélegasta stjórnsýsla mögulega, bara ein af þeim sem farið hefur verið Ólafur, og kostar hvernhilsu. Ólafur, það sem að stjórnmálafólk í Reykjavík gerði með því að lofa þessu var til þess að mæta ástandi. Ég heyri hvað þú segir. Sem að er búið til af ríkinu. En þeir voru ekki með... Þú talar eins og sjálfstæðismaður í sambandi húsnæðismál að það sé ekkert vandamál að sjálfstæðismenn brutu niður húsnæðiskerfi sem að hér var. Ég talaði um eitt þátt, ég nefndi eitt þátt og ég er búin að útskýra akkur það er. Ég er að segja að meirhluti allra erfiðara mála í mennta- og velferðarkerfinu er tilkomin út af streitu sem er plantað í börn á fyrstu 3 árunum. Ef þetta var rétt hjá þér, þá væri allt í góðu hjá foreldrakynslóðinu í Mosfellsbæ, Reykjanesbæ, á Akureyri. Það bara er ekki svo. Þú dregur að þetta sé allt einhverju kosningarlofurði sem að við andmæltum þessu kosningarlofurði hérna og svo þetta var innihaldslaust. Það ætti ekki efna á þessu. Heyrðu mig segja þetta, Gunnar. Ég var að segja félag leikskólakennara sem er ábyrgð á faglegu starf á leikskólum er búið að segja alla þessa öld. Við getum tekið á móti börnum 18 til 24 mánaða og annars þau í 6 klukkutíma. Við höfum heyrt það hér. Reykjavíkurborg er með 1 taxta fyrir 8 klukkutíma. Þú getur ekki keypt 7, 6 eða 5. Stenst það skoðun? Reykjavíkurborg notar, og hún er staðst í þessu, og ég bara get ekki annað andmælt þessu, að ég bara segi við foreldra, hlustiði frekar á félag leikskólakennara heldur bara sveitafélög almennt. En ástæðan fyrir nefni Reykjavíkurborg hlustið á félag leikskólakennara frekar heldur í ríkisvaldinu. Af því þau eru langstæðist Reykjavíkurborg og allir hinn er alltaf. Þannig að hlustiði frekar á félag leikskólakennara, undirbúið ykkur fyrir það, þeir sem eignast barn núna, þeir sem þorað eignast barn núna í landinu sem gerur ykkur svona rosalega erfitt að eignast barn, ákveðið það, ef þeir eru á vinnumarkaði, að þeir verði hæf til að geta annast barnið ein, þannig sikkur megin við sumarleyfið, sikkur megin fæðingarorlofið, bætið við sumarleyfið ykkar beggja, þá eru komin í 16-18 mánuði, gerið ráð fyrir því. Og það er líka bara mjög heppilegt. Svíar með fæðingarorlof til 18 mánaða aldurs. Ég var að sjá einhverja grein, flokkur fólksins er að fara að stíga inn í mál varðandi fæðingarorlof. Bara ekki bíða neitt með það, bara 18 mánaða fæðingarorlof strax. Léttir þá náttúrulega á sveitafélugum mjög duglega, skilur með þessum peningum sem kostar að halda út til leikskóla frá 12 mánaða aldri, léttir álag á foreldrum, eykur fyrirsjáanleika, eykur minnkar óvissu sem vorum að tala um áðan og líka gefur körlum betri forsendur á að standa sig sem pappar því að álag, þessi bók sem að ég rétti þér þarna, það sem er verið að segja í henni það sem karlar vilja vita læknapar og sálfræðipar skrifaði þessa bók. Sálfræðipar var búið að skrifa 50 bækur parsambönd, læknasambandi 20 og þau komust að því að það eru bara konur sem lesa efnið. Þeim fannst þeim svolítið vera bara eins og hjartaskurðarlæknir sem var búin að framkvæma opna skurðagerð á röngum sjúkling, alltaf að skrifa bækur parsambönd, skiptir mestum máli að karlar lesi það því þeir eru viðkvæmara kenning, hvað var það taugakerfið og bara tengsl. En þau komu saman. Hvað segirðu? Karlar eru veikara kynnið. Tóku það helsta úr bókunum 70 og sett í eina þunna og eru að tala að til þess að karlar hafi forsendur þá þarf minni streitu. Þannig þeir ekki að vera að berjast fyrir minni streitu og við erum byrjað 2 að tala um leikskólamál. Ég veit að við erum 2-1 mögulega á Íslandi sem erum að því. Ég reyna að hafa svolítið streitu í samtalinu með andmanna. Það var það með. En svo ég takið alveg skýrt. Reykjavíkurborg er með stærri faðm fyrir þá sem er í viðkvæmri stöðu, bera allt of mikla ábyrgð og ríkið þarf að taka þátt í því, full force, og Reykjavíkurborg þarf að setjast niður og ákveða það hvernig minkum við streitin á heimilum og hvernig pössum við betur upp á hvernheilsu því ef að starfsfólkið okkar er 25% meira veikt heldur en í Kópavogi, hver er skýringin á bak við það? Við erum forvitin það. Herðu, Ólafur Grétar, takk fyrir að koma hingað og spjalla. Alltaf gaman að tala þig. Takk sömuleiðis. Já, þetta er þá lokinn á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestur sem hafa komið hingað, Birni og Oddný Eir,
fyrir þín viðtöl og Pétri Fjellsteð og Laufey Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út, en mest taka ykkur sem hafið staldrað við og hlustað og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Ég hef bent á það oft og ætla að gera það enn að það eru þið sem hafið byggt upp dreifikerfi samstöðurina bara með því að segja vinum á vandamunu fá efni sem þið sjáuð hér og ykkur líkar. Bent á að það má finna efnið okkar á Facebook, á YouTube undir nafni samstöðurinnar. Við erum líka á öllum hlaðvarsveitum, bæði undir nafni samstöðurinnar og einstakra þátta. Svo erum við í útvarpinu á Stór höfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM. Það má líka sækja þær útvarpssendingar á spilarann, spilari.is á netinu, og svo er spilar líka app sem má hlaða niður og hlusta á efni frá samstöðunni hvað sem er í heiminum, það sem er net á annað borð. Svo erum við komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Þar erum við númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef þið vill, ég veit ekki. Mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga í vikunni, allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunnar. Það sem drífur samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifendur. Það eru rúmlega 1500 mann sem hafa gert það og leggja til, kannski lítið hver, sem fer eftir því hvernig staða fólks er. Þú getur slegist í þennan hóp, bakhjarla samstöðurnar, þeirra sem eru raunverulega að byggja upp þennan fjölmiðil og umræðuvettvang með því að fara inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir 2500 krónur sem er grunn áskriftin, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, en það er mitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Ef að þú ert þeirra mörgu sem hafa kannski fyrir löngu ákveðið að það sé gott verk að leggja eitthvað til samstöðunar, þá hvet ég til þess að láta verða að því það hjálpar okkur að búa til svona plönum áframhaldandi uppbyggingu samstöðunar. Þið sem hafa fylgst með okkur lengi hafið átt okkur á því að í hvert skipti sem einhver gerir áskrifandi þá eyðum við peningunum í það að búa til enn betri dagskrá og öflugri. En þetta er orðið gott hjá okkur í bili. Rauðaborðið verður hér á morgun í eftirmiddaginn, eins og er alltaf á föstudögum. Þá er vikuskammtur sem við köllum, þá förum við fréttir vikunar klukkan 4 í eftirmiddaginn. En þetta er orðið gott í bili og ég segi góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.